Björki, þið farið náttúrulega nokkuð þægilega í gegnum þetta einvígi móti KA en mætti segja að alvaran sé að hefjast núna? Já, þetta verður ekki með alvara þetta. Þetta er hörkulið og hafa verið hörku einvígi og ekki leikið múl sér liðið hérna svo far. Þetta er eitt sigur á hvort lið hérna í deildinni og þetta eru 2 efstu liðin í deildinni, þannig að þetta er alvaran hins alveg sammála því. Þið náttúrulega voru búin með einvígi ykkar áður en að Haukar FH kláruðust. Hvort liðið vildirðu fá? Ég vildi það fá. Mér var nokkuð sama. Þetta er mjög keimlík lið þegar það kemur að því að leikirinn á því. Þetta eru svona skiptir vinstra megin, klóka og hraða miðjumenn og svona X-faktor hægra megin og góð markmenn. Þannig að þetta er mjög kannski einfalt að horfa á leikinu og að njóta þess bara. Þetta voru skemmtilegir leikir og ég var persónulega feginn að það fór ekki fleiri leiki. Það er fínt að fá svona að vita hvaða lið maður mætir, setja það í stellingar og fyrir undirbúin sig. 11 dagar milli leiki er ekkert ideal en við notum tíma bara vel og vorum að keppa yfirbörðsæfingum og með lætuæfingum í staðinn. Hvað það búið að vera umræðan svona síðustu vikur og mánuði, bara unga kynslóðin sé náttúrulega að taka yfir hvernig fyrir mann á 50-aldri að leika um skot hjá drengjum sem á menntaskóla aldri, þetta er bara auðvelt. Þetta er mjög þægilegt sko, þetta er þess að unga görnir sem eru núna, það er sem fer líka við það. Við erum að tala gaur eins og, Garðar Ómar er þeim, hjá okkur þetta Gunnar Róbertsson sóknarlega, Daniel Montoro kom inn líka við okkur. En þú gleymist í þessu líka er að það eru stóri gaurar að spila stóra mínútur ungi gaurar í vörn. Eins og Ingvar er þeim, Dagli og okkur. Það er ekkert sjálfgefið að vera svona þroskaður leikmenn og koma svo langt á þessum aldri varnarlega. Þannig að það er líka sem ennið að fylgjast með í þessu. Ekki bara fallegur sóknarleik, heldur hvað þessi gaurar að skila flottu vinnu varnarlega. Auðvitað, kikkar reynslan mínu vond inn þegar kemur að skotgreiningu eða eitthvað en svo er komin í svona 5 leikja seríu, það verður þetta algjör hrærigrautur og hann veit að ég veit að hann veit að þú veist og það er orðið svona þannig hrærigrautur, þannig að ég held að sé mjög ætla að leika ná mikið og þeir eru kannski líka ekki konum með skotmynstur eða eitthvað svona tendensar sem að þú þróa með þú ert komin aldrei mig kannski. Haukar FH heimið, það svona spilaði svolítið á því bara hvort markvarðarteymið lék betur. Hvernig horfir þú á þetta einvígi? Mun úrslit ráðast á markvarslu? Ég held ekki. Ég held að það ráðast út af því að liðin sagði það. Liðin er svo keimlík Haukar FH að það voru svona litlu hlutir. Hjá okkur snýst held ég meira hvort liðin er að spila sinn leik og sinn leikur þeirra varnarleikur er frábær. Hún er verið að greiða vel og okkar styrkleikar hafa legið í sókn og hraðaflum. Auðvitað hafa vörnum okkar líka en það er svona hvað liðin að stjórna leikinu mun ráðast það. Mun leikinu fara 20-22 eða munið fara 39-39. Það er svona einhvern veginn til fleiri með stöður skoruð, til meira líkur að við vinnum að ég held. Þannig ég held að mun ráðast meira því heldur en einum leikmanni eða einum stöðu. Er eitthvað leikmaður í FH-liðinu sem að þú vilt forðast að fá góð færi? Með síðasta leik þá vil ég ekki sjá Máni fara inn sko. Mér varst hann með síðasta leik. Hann var eitthvað búinn að komast til hausnum með þá, en annars er þetta bara sama gamla tökum sko. Ég tek bara þessi kemur.